Já, við ætlum að hefja dagskrána í kvöld á spjalli við Hilmar Þór Hilmarsson sem oft hefur verið okkur innan handar. Hann prófessor við Háskólann á Akureyri, hann lengi hjá Alþjóðabankanum og hann nú að þvælast einhvers staðar út í heimi í þessum töluðu orðum. En með hjálp fjarskiptatækninnar Zoom þá vona ég að hann heyri í okkur. Heyrir í mér, Hilmar Þór? Já, heyr ágætlega. Ljómandi. Heyrðu, það fall Orbán í Ungverjalandi, kosningarnar í gær, maður svona að fylgjast með því sem fréttaskýrendur út víða heim, skrifa og halda fram og margir telja þetta mikil tíðindi, íslenskir stjórnmálamenn margir hverjir segja að von hafi kviknað öruggari heim. Þetta sagt háðulegt hvað var fyrir Trump sem að náttúrulega bæði Putin og Trump hafa staðið með þessum fallna spillingar höfðingja. Hver þín sýn á þetta? Breytir þetta stóru að við fáum þarna nýjan mann í brúna í Ungverjalandi? Já, það sem ég hef tekið mest eftir Orbán var það afstæðans til Úkraínustríðsins og afstæðans til Evrópusambandsins. Hann hefur verið mótfallinn því að Evrópusambandið sé að fjármagna stríðið í Úkraínu. Já. Og ekki vilja leggja mikið af mörkum þar. Þess vegna hefur hann verið talað að hann sé svona hliðhollur Pútín. Ég held að ég hef farið til Ungverjalands og talað við fólki sem var í kringum hann, þar með yfirmanni skrifstofu forsætisráðherra fyrir nokkrum árum. Og mér fannst að þeirra afstaða til Úkraínustríðsins væri svo að þeir eru með Austurlandamæri í Úkraínu. Þeir óttuðust átökin, óttuðust flóttamannastraum, þeir óttuðust jafnvel á tímabili var talað um að Rússar myndu sprengja það sem kallað tactical nuclear weapon, einhverja litla kjarnorkusprengju. Þeir óttuðust að það kæmi yfir Budapest. Þeir höfðu áhyggjur af þessu. En Orbán það hefur verið sagt að Orbán sé svona einhver mikill fylgismaður Pútín. Það getur vel verið, en að ég held að þetta hafi líka verið svo staða að hann bara algjörlega ofan í þessu stríði og það löndin sem eru í ofan í stríði hafa öðruvísi afstöðu heldur en löndin sem eru fjær og sama átum Slóvakíu. Slóvakía hefur ekkert ólíka skoðanir á þessum Úkraínustríðinu en Ungverjaland. Nú eins og þú bendir á líka þá hefur Trump verið mjög hliðhollur Orbán og sendið J.D. Vance að Arafasista til að hjálpa honum. En það tókst ekki, Orbán búin að vera við völd í 16 ár og það kannski, það ekki rétt hjá mér, það alveg ekkert óeðlilegt að verði skipti og valdaskipti eftir svona langan tíma. En allavega hann hefur verið andvarpsmaður innan Evrópusambandsins sem vilja stöðva stríði og hann hefur líka viljað geta keypt olíu og gas og verið í viðskiptum við Rússland sem að Evrópusambandið hefur litið hotnauga. Þannig að hann hefur verið andvarpsmaður, það getur vel verið að núna þegar hann fallinn frá að þá, hann ekki lengur við völd, hann ekki lengur við völd, það getur vel verið að hann verði það getur vel verið að það muni auðvelda Evrópusambandinu að aðstoða Úkraínu, en það eru mörg önnur ljón í veginum, líka bara það að Íransstríðið að veikja Evrópusambandið mjög mikið efnahagslega, Evrópusambandið var mjög veikt fyrir efnahagslega áður en að Íransstríðið hófst, vopnin sem að Evrópusambandið vill kaupa og láta Orbán hafa, þau eru ekki til lengur, þeim í litlu magni. Þannig ég veit ekki hvað það breytir í sjálfu sér miklu, það verður auðveldara að ná hlutum í gegnum Evrópusambandið, en fjárhagslega getan til þess að aðstoða Úkraínu eða vopnalagerinn, hann verður ennþá vandamál. Þannig að náttúrulega sjálfu sér skiptir Ungverjaland sjálft ekki miklu máli. Þetta landið upp á 10 milljónir manna og er ekkert stórveldi í Evrópu, skiptir ekki miklu máli nema það eru ákveðin mál það sem að þarf konsensus, það þurfa öll aðildarríkin að samþykkja vissar ákvarðanir og þá getur landið sem Ungverjaland beitt neitunarvaldi og Orbán hikaði ekkert við það, hann taldi það verið nauðsynlegt að þá var hann tilbúinn að standa einn gegn öllum í því máli og var náttúrulega ekkert vinsæll. Já, það sem mér dettur í huga að geti beint eða óbeint haft einhver áhrif til dæmis okkur Íslendinga sé að staða Trump veikist með þessum úrslitum í Ungverjalandi. Hann veðjar á rangan hest, getur við sagt, hann veðjar á hest sem að tapar, hefur ekki sigur. Staða Trump samkvæmt vinsældamælingum
í Bandaríkjunum virðist vera að veikjast. Hann í tómu tjóni með Írans átökin og mögulega gæti þetta þá með varnarsamningi okkar við Bandaríkin margir líta þannig á sem að við lifum í ákveðnu limbói núna, við eigum að þreyja þorrann, við eigum að bíða þangað til kemur annar Bandaríkjaforseti og halda varnarsamningnum við Bandaríkin. Þú hlustar að þessa vangaveltur, hvað kemur upp í hugann? Já, ég held að það sé rétt stefna. Við höfum mjög langa reynslu af því að vinna með Bandaríkjunum í varnarmálum. Reyndar Trump, eins og þú veist, mjög óvenjulegu forseti og hann hegðar sig þannig núna og þannig núna að það borgar sig ekki að koma nálægt með mikið. Það er að halda sig fjarlæga frá honum. Ég veit að íslensk stjórnvöld eru í sambandi við háttsetta embættismenn í Washington, en þó að sé ekki þjóðaröryggisráðgjafinn eða forsetinn. Þegar ég var að vinna í afstofnum utanríkisráðherra 95-99 og fór til Washington með utanríkisráðherra, þá fórum við að tölum beint í varnarmálaráðherrann og utanríkisráðherrann. Það var ekkert mál á þeim tíma. Það voru miklu meiri stöðugleiki í stjórnkerfinu á þeim tíma. Og Warren Christopher var utanríkisráðherra og William Cohen var varnarmálaráðherra og það var miklu meiri stöðugleiki í kerfinu. Núna eins og þú veist, forseti sem mjög óvenjulegur, sem hatar allar alþjóðastofnanir, vill ekki fara eftir alþjóðalögum, hann vill ekki virða stofnanir innanlands einu sinni, hann vill ekki virða stofnanir inn í Bandaríkjunum, hann virðir ekki þingið, hann í stríði við dómstólana. Þetta ekkert venjuleg staða og ég held að við þessar aðstæður eigum við að bara draga djúpt andan og taka því rólega. Það bendir mest flestir sem NATO hafi séð mjög skattað og það mörgleiti Evrópu sjálfur að kenna, það ekki bara Bandaríkjunum að kenna. Svo að eiga þessi stað strúktúrbreytingar milli stórveldana, það er komið 3 stórveldi. Þegar ég var að vinna í þessu 95-99 þá var bara 1 stórveldi, það voru bara Bandaríkin. Sovétríkin höfðu fallið og Bandaríkin voru eina stórveldið og Rússland var mjög veikt. Þannig að þá var alltaf staða. Núna við komið með 3 stórveldi, Bandaríkin, Kína og Rússland og það orðið miklu meira harka sem þú sér til dæmis bara á norðurslóðum, út á Grænlandi og Kanada, það kom miklu meira harka og hræðsla. Þessi stórveldi eru hrædd hvort við annað og hegða sér í samvæðina. Hluti af þessu vanda sem við erum með í dag að því að Trump forseti, en það líka hluti af bara strúktúrun hefur breyst. Þannig að Trump eins og bendur að hann í vanda innanlands, efnahagsmálin gangi ekki voðalega vel, hann bara með eitthvað 30% approval rating, það er mjög lágt. Og svo hefur hann gerðan stórkostleg mistök með þessari innrás, hann lét Ísrael að plata sig í innrásina inn í Íran og það hefur farið illa og hann hefur enga útleið og hann orðinn mjög örvæntingafullur sem birtist í því að hann hótar því að tímabili eyða öllu Íran sem 90 milljónir landið búið 90 milljónir manna og mjög stórt og það bara gert með kjarnorkusprengju, þú myndir ekki eyða Íran öðruvísi. Það ekki til hefðbundnu vopn til að taka svona stórt svæði þannig að það er ekki mögulegt og þetta er náttúrulega mjög uggvænlegt og maður hefði aldrei getað ímyndað sér að kemur forseti í Bandaríkjunum sem talaði svona og Páinn kemur inn í málið, þú sér að hermálaráðherra sem kallaði hann núna, það er ekki Secretary of Defense og Secretary of War, hann er farin að vitna í einhverja biblíuteksta, það er verið að búa til einhvers konar trúarlegt mál þarna. Þetta eins og George W. Bush talaði innrásin í Íran 2003 og hún hafi verið crusade, það verið að tengja þetta við trúarbrögð sem stórhættulegt. Við múslimar eru 2 milljarðar manna í heiminum og kristnir eru 2,5 milljarður og þú að síðast öllu sem þú vilt gera er að tefla þessum trúarbrögðum sama sem einhvers konar óvinum og það er mjög hættulegt og Páinn skerst í leikinn til þess að reyna að tala það að það sé algjörlega óásættanlegt, að það sé verið að tala að unacceptable sem orðað það, hann Bandaríkjamaður Páinn, að tala svona Íran, en þetta er orðið mjög hættulegt og ég sé ekki, Trump er búinn að byrja á stríði sem er mjög erfitt að slökkva og það er mjög erfitt að ná samkomulagi núna
Á sama tíma erum við með þá stöðu, ef þetta heldur áfram mjög lengi, að þá bara allt efnahagskerfi heimsins getur farið fram yfir hengiflug Já. og haft mjög alvarlegar afleiðingar. Já. Þannig að þetta bara afleiðing af því að þegar menn fari í gang með eitthvað sem þeir skilji ekki almennilega og vita ekkert hvernig hægt að slökkva á því þegar þeir eru búið að kveikja þetta bál. Það algjörlega orðið óviðráðanlegt eins og ég sé það. Það engin einföld lausn í boði. Ég held að það sem að vonar samt sem það að stórveldin Bandaríkin, Kína og Rússland átti sig á því að þetta sé þá alvarlegt að það verði að slökkva á þessu sem allra fyrst til þess að verði ekki efnahagshrun í heiminum. Já, og við getum náttúrulega verið mjög næm fyrir þessum breytingum vegna okkar stöðu, en sko þetta með stóru yfirlýsinguna, stóru hótununa sem ekki varð af, maður svona velta fyrir sér hver staða Trump náttúrulega öll hans stjórnartíð meir og minna mörkuð að því að fjölmiðlar vitna til einhverja gífuryrða sem falla af hans hálfu og það eru stærri orð heldur en við höfum heyrt og við höfum svo oft farið í gegnum þetta ferðalag og við veltum fyrir okkur hvað gerist núna. En þetta með það að hóta að gera eða þessari fornu siðmenningu, hann lét ekki verða af því, en ekki ákveðin hætta á að alþjóðasamfélagið í auknumæli líti á hann sem markleysingja og trúð, hættulegan trúð, en markleysingja og má ekki bara spá einhvern veginn falli Trump frá með núna? Já, ef hann missir í nóvember meirihluta á þinginu eða kongress, að þá getur náttúrulega þingið gripið til aðgerða gegn honum. Ja. Það möguleiki. En sko, það alveg ljóst að það hefur myndast gjá á milli Evrópusambandsins og Evrópuríkja NATO og Trump. Samt framkvæmdastjóri NATO ennþá að smjara fyrir Trump og læst sér þetta til hugar að segja það að heimurinn sé öruggari með Trump sem forseta sem hann finnst náttúrulega algjör fjarstæða. En það hefur myndast ákveðin gjá þannig að Evrópa var ekki tilbúin að senda herskip neitt nálagt Persaflóinu. Þeir vita náttúrulega alveg að þú sendir ekki herskip inn í Persaflóinu nema þú viljið lenda með á hafsbotni. En þau gerðu það ekki, Bandaríkin gerðu það ekki heldur sjálf. En hann búinn að setja þarna í gang svakalega atburðarás. Íran hefur ekki sett kjarnorkusprengju á Íran, sem náttúrulega væri alls ekki, ég myndi ekki halda Bandaríkin myndu gera það. Hins vegar til mjög lengri tíma, spurning hvað Ísraelar myndu gera, þeir eru líka kjarnorkuveldi. Það veit ég ekki. Það er til lengri tíma, ég ætla ekki komið að þeir núna. En Íranir, sko, þeir náttúrulega eru öflugir, þeir geta lokað Hormúsundi eins og þeir eru búin að gera og þeir hafa verið að flytja út olíu þaðan til Kína aðlega. Núna Trump að tala með að loka því líka og það náttúrulega stór hagsmunir fyrir Kínverjana hvað þeir gera. En Íranir hafa sterka stöðu, fyrir utan það þeir eru í samstarfi við Hútís í Jemen, geta loka Rauðahafinu, það enn meira áfall, þannig að sko þó að Íran sé þróunarríki og þó að sé búið að valda gríðarlega miklu tjóni í Íran með loftárásum, þá eru Bandaríkin ekki með landher sem nægilega stór til að geta knúið fram stjórnarskipti og þeir geta ekki nota sjóherinn því að ef hann fær inn í Persaflóinu þá hún bara sögt. Þetta mjög frekar grunnt og þeir myndu eiga erfitt með að snúa við og erfitt með aðtapna sig, þeir myndu bara sögt. Það eina sem hann getur gert að beita flughernum og það dugar aldrei. Ég veit ekki neitt dæmi þess að þú hafa hægt að knýja fram stjórnarskipti með flugher. En hvernig hann ætlar að enda þetta, það veit ég ekki. Og mér fannst jákvætt að Pakistan væri komið sem málamiðlari. Pakistan múslamaríki sem hefur nágrenni við Íran á 900 km landamæri við Íran, að þeir gætu miðlað málum og verið þarna á milli og þær viðræður eru byrjar, en það ber mjög mikið á milli. Kröfurnar það að Íranir megi ekki auðga úran í friðsamlegum tilgangi, það útilokað að koma með þá kröfu vegna þess að Íran á marga kjarnorkusérfræðinga og þú getur ekki drepið alla og þessi þekking til staðar í landinu, það útilokað að það sé hægt en svo eru Íranir, þeir vilja taka $2 milljónir toll eða gjald á öll skip sem fara á Persaflóanum
og þá eru þeir að hugsa þetta að nota það peninga til að byggja upp landið aftur. Þeir vilja refsiaðgerðum vera aflétt, þeir eru búin að vera með refsiaðgerðir meira og minna á sér hér halva öld, alveg frá 1979. Þannig að þarna ber mjög mikið á milli, og ef að Trump ætlar að ná einhverju lendingu varðandi þetta mál og skrúa fyrir þetta og loka þessu máli, þá held ég að hann þurfa að gera verulega tilslakanir eins og staðan er í dag. Ég meina þó Íran sé þróunarríki, Bandaríkin í 6.000 km fjarlægð frá þessu. Þannig að það er ekkert auðvelt að athafna sig þarna fyrir Bandaríkin. Og við sáum hvernig Bandaríkin fóru í Afganistan sem er helmingi minna land að flatamáli og helmingi fámennara, og að tapa þetta stríð til 20 ár. Þannig að við ímynda hvernig myndi ganga eiga við Írak og þegar það var að gera innrásin í Írak 2003, þá voru 700.000 hermenn held ég að verið. Flestir þeirra frá Bandaríkjunum en líka frá öðrum löndum, og 2003 land sem er helmingi fámennara og miklu minna flatamáli, 700.000. Núna skilst mér að Bandaríkjunum séu með 7.000 hermenn á þessu svæði sem eru tilbúnir að fara á vígvöllin, og þú getur ímyndað hvernig það myndi fara. Það gengur ekkert. Trump hefur engar góða útleið í þessu máli. Nei. Hann er komin inn í einhvern box og hann kemst, ég sé ekki hvernig hann ætlar að komast út úr því nema að gera tilslakanir, og þá náttúrulega verða Ísraelar mjög óánægðir með það, en það kannski kemur að því að Bandaríkin verða að fara að hugsa sína eigin hagsmuni en ekki hagsmuni Ísraels. Já, sko í huga Trump snýst þetta sannlega að komast frá þessu vandamáli sem hann hefur sjálfur skapast með einhvern snefil af reisn. Manni dettur það í hug. Hann er náttúrulega maður hégómanns og ímyndarinnar og ákveðinnar sjálfsblekkingar sannarlega, en það virðist skipta mjög miklu máli í hans huga að hann lúkki sæmilega. Dettur þér einhver svona einhver lausn í hug? Það er alveg erfitt því hann skiptir skoðanir bara á skömmum tíma. Til dæmis bara fyrir nokkrum dögum sama daginn og hann sagði morgunni, þá kom hann með í dag, þá kom hann með eins og við vorum að tala um á hana, að þetta er bara eyða Íran, bara eyða landinu, eyða menningunni, það væntanlega þá drepa allt fólkið í landinu, 90 milljónir, það er algjörlega fáránlega hugmynd. Hann talar um þetta, og svo kvöldið, sama daginn, fer hann að tala um það að 10 punkta plan Íran, sem við gerir ítrustu kröfur Íran, því að Bandaríkin með 15 punkta plan, og Íran með 10 punkta plan, að það væri grundvöllur til þess að semja við Íran. Og þá er þess alveg að skipta skoðun bara frá morgni til kvölds að hann væri tilbúin að semja á grundvelli þess sem Íran lagði fram sem væri hægt að nota. Þannig hann skiptir mjög ört skoðun. Svo fer J.D. Vance til Islamabad og hann gengur með forseta í maganum. Hann náttúrulega, eins og þú veist að hann náttúrulega eftir tæplega 3 ár þá verða forsetakosningar aftur, og þá vill hann taka við. Hann stöðugt að hann vill það, og hann getur ekki farið til Islamabad og gert einhverja nauðasamninga. Það sem að lítur illa út, þá myndi hann lítið sem bara, þá myndi það veikja hann mjög mikið sem forsetaframbjóðanda. En allavega þess að viðræður fóru fram og þetta eru ykkur 20 tímar, menn fóru yfir tæknilega atriði og fóru yfir allt sviðið, og út af fyrir sig er það jákvætt. En ég get ekki séð hvernig á að ljúka þessu máli nema að Bandaríkin séu tilbúin að gera einhverjar verulegar tilslakanir, því að Íran hefur bara svo mikið vogarafl. Sko Íran, til þess að sigra, þá þarf Íran bara að þrauka, og loka Hormúsundi, og jafnvel ef það verið þrengt meira að loka Rauðahafinu. Við þurfum ekki að gera neitt annað en það, og það er hægt að halda áfram að gera loftárásir. Þeir vita það að landir er ekki að koma, þeir vita það að sjóherr er ekki að koma, þeir þurfa bara að þrauka og svo bara gera meir og meiri kröfur, og það verður meir og meiri þrýstingur á Trump að gefa eftir. Og það sem líka vekur athygli, því ég er í Austur-Asíu, að hvað Austur-Asíulöndin halda Trump, að það sé ekki hægt að treysta honum. Í með þetta Japan og Suður-Kórea sem eru hátækniríki, sem eru algjörlega háð olíu og persaflóanum. Þannig farið því að loka persaflóanum á nokkuð samráðs við þau eða nokkuð tillits til þeirra hagsmuna. Og svo önnur ríki sem í sambandi við, Filippseyjar eru í mjög nánu sambandi við Bandaríkin, bandalagsríki Bandaríkjanna, og svo eru önnur lönd sem eru líka, þurfa Indónesía gríðarlega fjölmennt ríki, tæplega 300 milljónir,
hvað þessi lönd halda. Ég meina þeir sjá vitleysuna sem í gangi í Washington og skrýtnar ákvarðanir, að þá fara þau líka að velta fyrir sig, getum við treyst Bandaríkjunum? Og svo líka annað, það hefur verið að flytja vopn, því Bandaríkin hafa verið þessi aðili sem reyna að halda jafnvægi í Austur-Asíu, Kína náttúrulega svo sterkt hérna, og Austur-Asíulöndin hinn lifa í skugga Kína, hafa Bandaríkin skapað ákveðin jafnvægi og þau fara að velta fyrir sig, getum við treyst Bandaríkjunum, getum við treyst í að þeir taka skynsamlegar ákvarðanir og getum við treyst í að þeir eigi vopn og eigi það sem þarf til þess að geta varist eða allavega haldi einhverju valda jafnvægi. Þannig að ég geti vel ímyndað mér að það örugglega mikil gerjun í gangi hvað eigi að gera þegar að svona ákvarðanir eru teknar án tillits til nokkurra hagsmuna ríkja sem eru hefðbundin bandalagsríki Bandaríkjanna, og sérstaklega erum við að tala um Japan og Suður-Kóreu, og svo annað, ef að Trump ætlar að fara að loka á alla olíuútflutning frá Persaflóanum, þá myndi Kína verða fyrir miklum áhrifum og það annað stórveldi og þeir myndu líta það sem ógn í sig og þá er spurningin hvað gerist milli stórveldana. Þetta er allt mjög hættulegt, held ég, og ég held að sé alveg engin vafi á því að mesti skaðinn sem hefur orðið fyrir Bandaríkin í þessu máli er sá að þeim er bara ekki treyst lengur. Hefðbundin bandalagsríki vita ekki hvort þeir geta treyst þessu lengur. Nei. Það er það sem er vandamál. Já, og með okkur Íslendinga, við erum alltaf á annarri stöðu, við erum bara, við erum á þannig svæði á Íslandi að við erum til þess að stjórna Norður-Atlantshafi sem er lykilatriði fyrir það að verja Norður-Ameríku, þá erum við bara í miðpunktinum alveg. Og þess vegna sem að Trump er að hugsa um Grænland og hann er að hugsa um Kanada, ná tökum norðurslóðum og Ísland er náttúrulega hluta þessu, svo Bretland líka, og Bretland og Ísland hefðbundin bandalagsríki. Ég held að það sé svolítið önnur staða þar, að því að við erum algjörlega, ef að Trump, við erum í bakgarðinum algjörlega, við erum í alltaf henni stöðu. En mér finnst voðalega skrítið að Bandaríkin, ef við verða að hegða sér eins og stórveldi sem skynsemi, þá myndu þeir styrkja sína stöðu í Austur-Asíu vegna Kína. Þau eru ekki að gera það. Það er búið að vera að stríðja í Úkraínu sem er algjört rugl núna á 5. árið er að byrja og sér ekki fyrir endan á því og var alveg óþarfi að mínu dómi það stríð, og svo ertu með Íran sem var algjör óþarfi. Íran var engin ógn við Bandaríkin. Þeir eiga engar eldflaugar sem að ná til Bandaríkjanna og það voru engin ógn við Bandaríkin að neinu leyti, og mér segja það ástæðan fyrir því að Íranir er að gera árásir á herstöðvar Bandaríkjanna og eignir Bandaríkjanna í Persaflóanum. Þeir hafa bara sagt að beint, við getum ekki gert árás á Bandaríkin, við höfum ekki eldflaugar sem draga 6.000 km, en við höfum eldflaugar sem draga 2.000 km og það er nóg til þess að eyðileggja eitthvað. Það eru 13 herstöðvar sem Bandaríkin hafa við Persaflóan og það er meira og minna búið að eyðileggja að skemma þessar herstöðvar, og þessar herstöðvar eru í löndum eins og Katar og Sádi-Arabíu og Írak og Kúveit og eins og þú veist þessi lönd og United Arab Emirates sem eru Sameinuðu arabísku furstadæmi. En þú minnist á þetta stríð í Úkraínu, og í hvaða Asíulandi ertu staddur núna, Hilmar? Ég er í Bangkok eins og er. Bangkok. Það hefur óneitanlega fókusinn af vandræðum Pútíns í Úkraínu, hann hefur minnkað með þessu Íransstríði. Hefur þetta ástand gagnast Pútín? Er hann fitnar hann eins og Púkin á fjósbitanum núna, fylgist með vandræðum? Þú meinar Íransstríði? Já, ég meinti það. Já, ég meina, hann náttúrulega Pútín, hann náttúrulega var í viðskiptabanni, og það sem Bandaríkin gerðu, það sem Trump gerði, stjórn Bandaríkjanna gerði, var það að aflétta viðskiptabanni á Rússland varðandi olíu og gas til þess að fá eins mikið magn af olíu og gas inn á markaðinn eins og hægt er. Og það er alveg lógískt, og líka sem að Trump gerði líka, hann leyfði Íran að flytja út olíu til Indlands og Kína.
og en Pútín hefur haft hag af þessu miskundi tvennum ástæðum, annars vegar það hann að hafa mun meiri gjaldeyristekjur. Á tímabili var talað um þetta verið $150 milljónir á dag sem hann hefði aukatekjur út á þetta. Hugsanlega mun meira núna. Og svo náttúrulega verið að tæma vopnabúr Bandaríkjanna á meðan í Íran vegna þess að Ísrael átt mest að þátti að koma þessu stríði á stað og hafa verið að tæma vopnabúr. Þannig að því leyti að þetta veikir stöðu í Úkraínu á vígvellinum, veikir stöðuna og svo bara Rússland að fá meiri tekjur. Þannig að þetta styrkir Pútín, þannig að þetta allt saman og það sem náttúrulega vekur athygli að Bandaríkin sem ættu raunverulega að vera hérna í Austur-Asíu vegna þess að Austur-Asíuríkin, ASEAN-löndin lifa öll í skugga Kína og það þarf að halda ákveðnu valdajafnvægi. Ég ekki að segja það hvorki Bandaríkin í Kína vilja fara í stríð. Ég held að hvort landi vilja fara í stríð í Austur-Asíu. En ég held að það þurfi að vera ákveðið valdajafnvægi og í staðinn fyrir að halda ákveðinu valdajafnvægi hérna og Bandaríkin hafi viðveru hérna, þá að vera að draga liðsafla og vopn frá Austur-Asíu fyrst til Úkraínu og svo núna til hérna Íran. Þannig út frá hagsmunum Bandaríkjanna þetta alveg ómöguleg staða að það sem þeir að gera, að tæma vopnabúrin sín í Íran, land sem var engin ógn við Bandaríkin. Auðvitað má segja það að Íran geti ógnað Ísrael, en það var náttúrulega Ísrael og Bandaríkin sem réðust á Íran. Það var ekki Íran sem réðust á Íran, hefur ekki verið í stríði við önnur nágrannaríki. Það hefur kannski ekki verið gott samband, það hefur ekki verið í stríði við önnur nágrannaríki. Og það eins og þú veist í júní í fyrra, þá var 12 daga stríð sem Ísraelar byrjuðu og svo gerði Trump árás einn dag með þotum og sprengjur sem að fara eitthvað 60 metra ofan í jörðina og hann taldi að hann hefði eyðilagt allt kjarnorkuprógram Írans sem mér finnst sérstakt. Ég held að þessi komin miklu lengra og niður ofan í jörðina með þetta prógram sitt og það sé ekki hægt að eyðileggja hann með kjarnorkusprengjum. En hann sagði þetta þá, eins og núna aftur byrjar hann í lok febrúar að halda áfram að gera árásir. Og þannig að og þetta að tæma vopnabúr Bandaríkjanna og það líka annað, ég efast það, ég veit ekki hvað hefur orðið mikið tjón í Ísrael út af þessu máli, en ég að heyra það að það sé miklu meira eldflaugum sem verið að skjóta núna og drónum sem verið að skjóta á Ísrael sem komast að lenda áfangastað og hitta skotmarkið. Það sé miklu meira en það var áður og það sé mjög mikið tjón og það ekkert víst að Íranir vilji hætta stríðinu. Þeir að framleiða ódýra dróna, þeir að framleiða ódýrar eldflaugar, þeir fá stuðning bæði frá Rússlandi og Kína, alls beint og óbeint. Rússar aðstoða á við að finna skotmörk til að skjóta á og það ekkert farin neitt dult með það. Með Bandaríkin eru búin að aðstoða Úkraínu með skotmörk á Rússlandi lengi eða á rússneskar herstöðar inn í Úkraínu og jafnvel utan inn í Rússlandi sjálfu. Þannig þetta bara það sama en allavega þannig staðan að ég held þetta veiki Bandaríkin og þetta bara eitt af því sem manni finnst með þessa stjórn sem núna að það ekki einhvern veginn rökrétt ákvarðanataka, hún voðalega skrítin. Svo maður líka að heyra það að Bandaríkin, að Trump ekki að tala mikið við leyniþjónustuna, hann að tala við Witkoff, svo hann með Tengdason sinn sem hvorugur hefur nokkra reynslu af öðru heldur en fasteignaviðskiptum, enga alþjóðlega reynslu og hann ekki að nota þessar stóru stofnanir í Bandaríkjunum sem að hafa hermanns, sérfræðinga sem að þekkja til í þessum löndum, hann ekki að nýta sér það. Og svo heldur hann sjálfur að hann sé snillingur og hann þurfi ekkert að fá neina aðstoð frá neinum og geti bara gert það sem hann vill og það það sem maður líka skrítið og svo líka þetta að hann skulle vera að fara á Truth Social eða hvað þetta heitir þessi samfélagsmiðlans með alls konar yfirlýsingar sem eru algjörlega vanhugsaðar og orðaðar á mjög ögrandi hátt. Síðast var árás á páfann. Man datt ekki til hugar að það myndi koma forseti í Bandaríkjunum sem myndi gera þetta en svona staðan orðið núna. Já. Sko, þú stattur í Tælandi núna
pressan, eru fjölmiðlar á þeim slóðum með allt öðruvísi sjónarhorn á til dæmis þau mál sem að við erum að ræða hér heldur en til dæmis hinn hefðbundni íslenski fjölmiðlaneytandi fær aðallega í gegnum svona Evrópu fréttaveitur og svolítið að vestan. Já, sko, ég hef verið mest í Víetnam. Já. Og vann þar fyrir Alþjóðabankann í 3 ár. Og svo ertu með lönd svo Tæland og Indónesíu. Indónesía stærsta landi í Austur-Asíu, fjölmennasta landi af þessum svokölluðum ASEAN-löndum og Malasía líka, að þau taka allt aðra nálgun. Þau reyna að halda ákveðnu hlutleysi og þau taka ekki afstöðu með einu stórveldinu gegn öðru. Þau eru eiginlega öll háð Kína mjög mikið í viðskiptum. Þau eru miklu viðskiptum með Kína og fá mikla fjárfestingu og þau eru líka að fá fjárfestingu frá Bandaríkjunum og svo eru þau líka í öryggissamstarfi við Bandaríkin eins og til dæmis sko Tæland hefur verið lengi, ég meina þú veist að þegar í Víetnamstríðinu þá var Tæland bækistöð fyrir Bandaríski herinn sem gerði árásir á Víetnam og Bandaríkin byggðu hér 7 flugvelli og sem var síðan grundvöllur undir það allan ferðamannina sem hér er að gerast. En þessi lönd eru þau taka ekki afstöðu, þeim dettur ekki til hugar að fara að mynda eitthvað svona NATO varnarbandalag, bara alls ekki. Og þau reyna að halda góðu samskiptum með alla aðila. Það eru engar refsiaðgerðir gegn Rússlandi og ef þú tekur Tæland þá voru Rama 50 konungur Tælands og keisari Rússlands langt aftur í tímann sko, voru miklu vinir þannig að það hefur alltaf verið vinsamlegt samband milli héðan við Rússland. Þannig að þessi lönd taka allt aðra sig. Það ekkert varnarbandalag. Víetnam hefur svo kölluð 4 nei utanríkisstefnu. Engin erlendur her í landinu. Engin varnarbandalög. Aldrei að taka afstöðu með einu ríki gegn öðru og aldrei að beita valdi eða hóta beita valdi í alþjóðasamskiptum. Þetta allt nálgun heldur en Evrópa. Og það sem vekur athygli hérna, sko, ef þú tekur Austur-Asíu það hversu þetta ætti að vera átakasvæði, því við erum að tala um trúarbrögð. Hér eru búddistar, hér eru hindúar og múslimar og kommunistar og þetta ægir öllu saman ólíkum hópum sem að geta að lifa alveg friðsamlega saman án þess að séu átök. Hér hefur ekki verið stríð síðan 1979, síðastast ef við sleppum þessum erjum sem hafa verið við Kambódíu sem var ekkert alvöru stríð, það voru einhverjar erjur á landamærunum sem eru ekki í gangi núna og ég var aldrei var við. Ég var hérna í rannsóknarleyfi á síðasta ári frá ágúst til desember og kenndi og var að vera rannsóknarleyfi við háskóla hérna sem heitir Thammasat University. Ég var aldrei var við nein átök þar, en allavega síðasta alvöru stríði sem var í þessum heimshluta var 1979. Það var þegar Kínverjar gerðu innrás inn í Víetnam og það vekur athygli þar að Kínverjar töpuðu því stríði. Þetta var 79, þetta var nokkrum árum eftir að Bandaríkjamenn töpuðu stríði fyrir Víetnam sem hafði staðið hér fyrir 20 ár. Þannig að, en það allt önnur hugsun hérna, það dettur engum til hugar að stofna varnarbandalag og þessi lönd reyna að hafa hag af samskiptum við öll stórveldi. Ég myndi með þessi Víetnam kom hvað var hitti fyrir að þá var það þannig að forseti Bandaríkjanna kom til Hanoi, Xi Jinping leiðtogi í Kína kom til Hanoi og Putin forseti Rússlands kom til Hanoi. Allir á sama tíma og þannig tefla Víetnamarnir, þeir reyna að hafa góð samskipti við alla og þeir reyna að spila á stórveldin og að má segja þetta sé sumriti líka því þetta eru lönd sem eru tiltölulega stór, ég meina eins og tekur Tæland 70 milljónir manna, ef þú tekur Indónesíu 300 milljónir, Víetnam yfir 100 milljónir. Þetta eru fyrir stór lönd og þau eru ekkert árennileg í stríði, sko, þannig að eins og Víetnam hefur unnið öll stríð sem þeir hafa verið, hvort sem hefur verið Frakkland, Japan, Bandaríkin eða Kína.
þau reyna að halda annarri stefnu. Evrópa þannig að hún neglir sig við eitt stórveldi og það sem ég hef sérstaklega áberandi með Eystrasaltsríkin, ég var þar að kenna í Ríga fyrir ekki svo lengur síðan, að þar hafa þau algjörlega blindandi treyst á Bandaríkin og vilja vera í NATO og ESB og náttúrulega í alveg ofboðslega slæmu sambandi við Rússland. En eins og Litáen til dæmis og þessi ríki frekar slæmu sambandi við Kína og þau treysta algjörlega á eitt stórveldi og það held ég að sé óhyggilegt og við erum að sjá það núna að Trump að lýsa því yfir hvað þetta annað að hann telji sig ekki skilt á neinn hátt að verja þessi lönd ef áður verður ráðist vegna þess að þau hafi ekki komið til aðstoðar í Persaflóanu. Þetta vekur athygli að sko, NATO varnarbandalag og það alveg vel skilgreint hvenær varnarbandalagið á að bregðast við. Og sé þetta til hugar að það sé að hefja árásarstríð í Persaflóanum, stríð sem ekki hægt að vinna við risastórt land sem engin ógn og heimta svo það að Evrópuríki NATO eða ESB komið hlaupandi til að hjálpa til í vonlausu stríði þar sem ekki hægt að koma að landherr, það ekki hægt að koma með sjóher, bara loftar á sig. Þetta alveg furðuleg nálgun og þess vegna vekur þetta athygli. Þetta sýnir líka samt hvað Evrópa hefur verið skammsýn og mér finnst utanríkis- og öryggismálastefnan vera bara nánast heimskuleg. Og líka þetta með stækkun NATO, að fara með NATO úr 12 ríkjum í 32 ríki og halda það að Bandaríkin sem hafa alltaf verið með afganga fjárlögu síðan Sovétríkin féllu og eru mjög skuldug og pirruð yfir öllu saman, halda það að þau geti með að halda bara að verja öll þessi lönd eiginlega frítt og taka svo Úkraínu og taka Georgíu og taka Moldóvu. Ég skil ekki hugsunarganginn. Það hlaut að koma að því að þetta eru of þungar byrðar fyrir Bandaríkin og enda sjáum við það að Trump að hann það ekki bara það hann ætlaði að borga 5% af vergri landsframleiðslu til þess að vera í varnarmála sem flest löndin geta alls ekki gert, heldur eiga þau að hlaupa til og taka þátt í árásarstríðum sem að hvenær sem kallað er og ég myndi segja sko stríði sem að í Írak 2003 sem var ólöglegt stríð, innrás, sem NATO-ríki tóku þátt í. Það sennilega heimskulegasta ákvörðun í utanríkismálum sem Bandaríkin hafa tekið þangað til núna að þau slá met með Íransstríðinu sem ennþá heimskulegra því þarna eitthvað að byrja sem ekki hægt að hafa stjórn á og þarna áttu bara Evrópuríkin á grundvelli NATO að koma þarna inn og Íran var ekki að ráðast á neitt NATO-ríki. Ég meina, NATO varnarbandalag, það bregst við ef ráðist á aðildarríki. En það ekki land sem það ekki bandalag sem hægt að nota til árása eftir pöntun og á tímabili virtist vera Bandaríkin vera að hugsa að nota NATO í Asíu, Austur-Asíu, í þessum heimshluta, Japan, Suður-Kóreu, jafnvel Ástralíu, nota það þar. Svo það var alltaf að vera álykt á NATO-fundum hvað Kína var orðið hættuleg. En núna þetta komið út í þetta sko að Trump horfir á það, ok, við erum búin að hjálpa ykkur svo lengi að núna eigi þið að vera tilbúin að koma til aðstoðar, jafnvel þó að við séum ekki að verja okkur, heldur bara til árása og í stríðum sem að allir leiðtogar Evrópu, allir hver einasti sem að hafa eitthvað sjóher og vita eitthvað hernað, þeim dætti ekki til hugar einu svona að koma nálægt þessu. Þeir vissu það að ef þeir myndu senda herskipin í Persaflóan þá myndu þau letta hafsbotni mjög fljótlega. Það var ekki hægt að fara inn með landir, það var ekkert vit í því og það var ekki hægt að fá fram stjórnarskipti með flugur. Þannig að það þetta sem að ég hef áhyggjur af við Bandaríkin, hvernig stendur á því að þeir hefja þessa vegferð því það svo miklu auðveldara að kveikja svona bál heldur en að slakka á því. Og eins og standir í dag þá sér maður ekki hvernig það hægt nema það að stórveldin sjáu það öll þrjú að þau verða að taka saman höndum og loka fyrir þetta því að annars getur heimsækjari bara farið fram hjá björgun. Já. Við vonum að til þess kom ekki, Hilmar Þór, en kæra þakkir fyrir samtalið og
Við höfum eftir að hafa upp á þér í einhverju öðru landi kannski síðar. Kæra þakki fyrir það að vikka út sjóndeildarhring okkar í þessum alþjóðamálum. Takk fyrir. Og ekki fara langt, kæru hlustendur áhorfendur, við höldum áfram með pólitík í annarri mynd þó heldur en núna hjá okkur Hilmari Þór. Við einblínum á innanlandsmálin í þeim efnum eftir andartak. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.